Fyrirtæki Skólamatur í Keflavík eldar hádegismat fyrir grunnskóla og leikskóla og hefur svo sannarlega vaxið fiskur hrygg. Má segja að það sé sprotafyrirtæki þó saga þess spanni nú vel á annan tug ára. Axel Jónsson stofnaði fyrirtækið en hann einn þekktasti veitingamaður á Suðurnesjum en hann opnaði meðal annars fyrsta vínveitingastaðinn í Keflavík árið 1983. Axel segir að hugmyndin að skólamat hafi fæðst fyrir 14 árum þegar grunnskólar í Reykjanesbæ hafa orðið heildstæðir og krakkarnir því í skólanum frá morgni og fram á miðjan dag. Hann sá tækifæri í því þar sem fæstir skólar höfðu aðstöðu til að elda mat. Þróun fyrirtækisins tók nokkur ár en í dag Skólamatur eina fyrirtæki hér á landi sem sérhæfir sig í skólamáltíðum. Axel segir strangt gæða eftirlit með framleiðslunni. Fyrirtækið hafi alla tíð haft næringafræðingi í vinnu sem fari yfir alla og prófi alla rétti. Þá og farið eftir leiðbeiningum lýðheilsustöðvar og haft samstarf við matvælafræðinga sem sannreyna innihaldslýsingar birgja og fleira. Fyrirtækinu starfa í dag milli 85 og 90 manns. Við erum með 32 skóla, grunnskóla, eitthvað leikskólum. Og þetta er 7500 máltíðir sem við lögum á hverjum degi. Við erum með miðlægt eldhús í Reykjanesbæ, þar sem við tökum á móti öllu hráefni, undirbúum þetta vel fyrir hvern og einn skóla, eða hverju og einn af stofnunum sem við erum með. Og síðan því dreift í viðkomandi stofnun og þar fyrir loka eldum fram í hverjum einasta skóla. Matseðillinn byggist upp á að við gefum til dæmis 2 í viku fisk og 3 kjöt. Og síðan bjóðum við upp á salat og ávaxtabar og því hefur verið mjög vel tekið af börnunum. Og bara sem dæmi að grænmetið hefur þrefaldast á okkur innkaupum eftir að við byrjum að hafa þetta svona, eins og við segjum, gefa allt grænmetið sér. Út af hverju? Já, það bara, þarna fáðu mat, þá fá grænmetið og allt sér. Það er sér skorinni paprika, sér æsbergsalat, sér tómatur og gúrkur og svo framvegis og það virka fyrir börnin. Það þýðir ekki, það er okkar reynsla, það þýðir ekki að blanda þessu saman. Það er bara þannig, þau velja að fá að velja þetta sjálf. Og Axel segir að alla tíð hafi verið lögð mikil áhersla á gæði matarins. En það erum við þetta ströngu eftirliti á hverjum einasta degi með það. Það þýðir ekkert að svindla börnum, þau segja þér strax satt. Þau vilja bara venjulegan heimilismat. Það hefur bara virkað best og þau bara þrá það. Annar matur vinsæll en hinn sko, það er bara þannig. Grjónagrautur til þess og slátur er mjög vinsælt og okkar markmið er að hafa þetta sem best, hollt, gott og heimilislegt. Eru krakkandi duglegir að borða? Já, mjög. Hvað er svona vinsælast hjá þeim? Þetta er mjög vinsælt. Já. Hvað með, ég heyri nú nokkra krakka tala kjötsúpu og plokkfisk. Grjónagrauturinn og plokkfiskurinn, já. Þau eru mjög vinsæl. Kjötsúpan svona, jú. Ekki bara hamborgar og pulsu? Nei. Eru krakkarnir orðnir duglegir að fá sér grænmeti eftir að svona grænmetissparen kom? Já. Alveg. Ertu að fá þér eitthvað grænmeti með þessu? Bara papriku. Borðar eitthvað annað líka? Já, ég borða eiginlega allt sko. Gott að fá að borða í hádeginu? Já. Stelpur, er ekki gott að fá heita mat í hádeginu? Jú. Eru þið að borða alla daga? Já. Er eitthvað sérstakt í uppáhaldi? Já. Hvað? Kjötsúpa. Kjötsúpa? Já. Já, eru þið sammála því? Já. Ekki pulsur eða hamborgara?